Guðjón Oddsson hóf ungur að iðka knattspyrnu með Þrótti. Hann var í 4. flokki Þróttar 1951 sem vann fyrsta mótsigur félagsins. Hann lék upp alla yngri flokka félagsins auk þess að leika 27 leiki með meistaraflokki. Þegar markmannshanskarnir fóru á hilluna tóku við stjórnarstörf og hefur enginn átt sæti í aðalstjórn lengur en Guðjón, alls 18 ár. Hann var rétt 18 ára þegar hann tók fyrst sæti í aðalstjórn árið 1957. Hann var gjaldkeri félagsins í 12 ár og formaður félagsins í 4 ár frá 1971 til 1975. Söguminjanefnd settist niður með Guðjóni og fékk hann til að rifja upp langan feril sinn hjá félaginu. Þegar við förum að hugsa að reyna að fá íþróttasvæði eða fá land fyrir Þrótt og lengi var horft á Vatnsmýrina til þess að því það var búið að úthluta ÍR þar svæði á sínu tíma. En svo var þetta orðið spurningi bara upp á það hvort að við ætluðum að félagi myndi lifa áfram eða smá saman loknast út að við ekki eða gert í málinu. Og þá það sem við fáum hérna í Sæviðarsundi úthluta svæði og þetta náttúrulega kostaði mikið erfið. Það voru alls ekki allir sammála að fara þarna inn, þetta það sem við þekktum lítið en bara frá fyrsta skipti sem við komum þarna og kemur þarna með bolta til að það bara hrúuðu stað þarna krakkar í hverfinu bara í tugatali og okkur hálf brá svona í fyrstu skýða því þarna var alltaf að hafa reynda tún þarna mjög tíft og ætlum svona fara aðeins að komu þarna með póka fullan af boltum og það hópuðust á og krakkar þarna. Og ég tel að þetta bara hafi skipt sköpum að Þróttur hélt áfram að vera til. Þetta var strembinn tími en mjög skemmtilegur þegar maður lítur tilbaka. Það var nú Jón Ásbjörnsson sem var formaður félagsins akkurat á því augnabliki þegar að við fáum þetta svæði og hann var það slunginn að fá þá Guðjón Sigurðsson til að gegna formaður, eða það gefa kostast til að vera formaður Þróttar, hann var þá formaður Iðju, verkafélagsins Iðju, af því hann var í borgarstjórn. Og það svona nýtti endapunktinn á það að þetta gekk upp að mínu mati að Guðjón gat þau áhrif innan borgarstjórnar að Þróttur fékk þetta svæði. Þegar við fáum þetta svæði úthlutað, þá var það ekki gert eins og gert í dag að það bara Reykjavíkurborg sem sér að klára þetta allt saman. Við urðum að byrja á því að grafa alveg helja mikið ræsi og leggja þarna einhverja sverustu rör sem ég hef séð til að ræsa út þetta svæði. Og fengum þar 2 vörubílstjóra sem voru svona verktakar á þeirra tíma og hérna til að leggja þetta ræsi og sletta völlin þannig að sletta út þannig að hægt væri að búa til völl. Þannig byrjar þetta. Malavöllin. Já. Og hérna við áttum náttúrulega enga pening í sjóði eða neitt svoleiðis en hérna og við semjum og ég samdi við þessa 2 vörubílstjóra verkið að þetta mætti taka 1 ár en við fengi að borga þetta bara hérna og þetta var ákveðin upp sem að þetta kostiði en fengi að borga þetta bara mánaðarlega í 1 ár og við stóðum við þetta tókum engin lán en þetta hafðist en þetta var rosalega það voru apadrætti, tombólur og bara allt það sem við gátum hugsað upp til þess að reyna úr félagsgjöld náttúrulega og þess aftar sem fór í þetta. Við leikfanga hapadrætti manni eftir einu sinni, stiltum út í málaraglöggan vinningunum sko og hérna, þetta var hérna mjög, þetta var rosa krefjandi en mjög skemmtilegt þegar að þetta gekk svona nokkuð veginn upp. Við fengum glímukappa, greslinskappa frá Bandaríkjum sem Gretar Norðfjörð út við okkur af því að þá voru þá var kaninn í sjónvarpinu og wrestlingu var eitt af vinsæla sem var hort á minni mig þá á þeim tíma. Var það í höllinni eða hvar fór Já, það var í höllinni. Og fullt hús? Já.
heldur 2 eða 3. Þetta hefur ekkert félag gert. Nei, ekki þetta. En þið voru líka að flytja inn íþróttafélög, Já, ensk félög. já, og Luxemburg. Þess vegna fórum við til Luxemburg 57 að því Spori var búinn að koma árið áður og Óskar Pétursson var þá formaður og var mjög mikill vinur fararstjórans frá Luxemburg. Og þeir tók alveg höfðinglega á móti okkur þegar við fórum til Luxemburg. Svo fengum við gefis hús sem stóð við Grensásveg og það var mikið ævintýri að flytja það niður í Seyðisfjörð. En allt tókst þetta með sjálfbæði. Ég held að það eina sem við höfum borgað það var Kalkrið sem átti þennan bíl sem kom með þessu upp á og keyra þetta niður í Seyðisfjörð. Það verið svona ríkur félagsamt í félaginu? Ja, það stóðu allir saman og var allir tilbúinir til að gera bara sem þau voru bara beðnir um. Og þetta voru náttúrulega margir Þróttar sem komu úr Vesturbænum? Já. Stofnin það. En auðvitað komu fullt af góðum mönnum með sem voru bara svo eins og vegamálastjóri Helgi Hallgrímsson. Hann spilaði með okkur þarna í meistaraflokki og reyndist okkur aldeilis vel í Vífill Oddsson. Þetta að því hann var giftur, var og er giftur Katrínu Gústafsdóttur sem var eina handbolta. Hann hjálpaði okkur allt í sambandi við verkfræði úttekt og tók ekkert fyrir þetta. Og sýnir Helga náttúrulega enn að. Og sýnir Helga enn að. Og já, svo sannarlega. En það kannski, svo verður formaður? Já, svo þegar Guðjón Sigurðsson segist ekki að vera lengur, þá verð ég formaður. Þá var ég náttúrulega með langmest reynsluna eða svona búinn að vera lengst í þessu af þeim sem þá voru. Þá verð ég formaður og þá vorum við búin að koma húsinu upp og völlurinn svona eins og hann var. Og við vorum búin að fá teikningu og búin að samþykkt að byggja félagsheimili. Sem svo nýtt? Nýtt félagsheimili. Það var náttúrulega barnsins tíma og var nú bara íbúð sem var útbúið sem með sturtum og smá sal. Þá sé ég það þegar við erum búin að fá þetta í hendurna, þannig eigum við að byggja félagsheimili og við erum þetta strákar sem eru búin að vera hérna í stjórn eins og Jens Karlsson og Jón Björgvinsson sem voru með mér eiginlega stóran hluta mínu tíma allavega. Við erum að fá hérna einhvern sterkan aðila sem verið formaður Þróttar. Og ég var búinn að taka til Magnúsi Óskarsinni, hann fylgdi strákunum sínu þarna, þeir voru æfðu þarna og spiluðu í liðinu. Og það er eiginlega fyrsta sem ég fór að taka til því að foreldrarnir fóru að fylgjast með. Eins og við sjáum í dag, það eru foreldrarnir sem fyrst og fremst eiga heiðurinn af þessum félögum mörgum hverjum í dag. Styrkja þetta og styðja á alla kanta. Og mér fannst hann svo áhugasamur, hann kom þarna á leiki og kallaði og leti í sig heyra og ég þekkti hann ekki nokkuð skapar hlut. Nema bara ég sá að hann var þarna, oft á leikjum. Og ég finn það þegar að við ætlum að fara að byggja þetta félagsheimili, þá þurfum við nú að fá einhver sterkan málsvara til þess að koma þessi í gegn og fá þetta upp. Og ég fer og tala við Magnús. Þá kom hann og sagði mér að ef hann fengi 2 menn með sér í stjórn sem hann vildi fá, þá myndi hann taka þetta að sér. Það var í formannstíð Guðjóns sem hópur nýútskrifaðra íþróttakennara frá Íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni leituðu til Þróttar með stofnun blagdeildar. Já, það kom til að það eru náttúrulega strákar sem voru á Laugarvatni í íþróttaskólanum þar. Og þeir fara til Reykjavík, eða svo eru þeir búin að öðru útskrifaðir, en vilja halda áfram þessu blagliði sem þeir eru með þarna á Laugarvatni. Og þeir fóru svona eitthvað að athuga sig gang þegar þeir komið hérna í bæinn hvað þeir getur fengið tíma í íþróttahúsum og svona, en það er náttúrulega, það er ekki hægt nema í gegnum íþróttafélög og við bara gripum agnið þegar hann Guðmundur Pálsson
og hann, hvað hétt hann sem var svo með hann, ég gleyma hvað hann heitir sem var með honum, Gunnar, já. Já, þegar þeir komu og við reddum við þá og svo bara vilja hjálpa þeim og standa við baki á þeim eins og við gætum þó að við varum nú ekki styrkir fjárhagslega en í svoleiðis en við myndum sjá að þeir fengju tíma og svoleiðis og þannig byrjar þetta. Sko Þróttarmaður er alveg bara stoltur af þessari blagdeild sinni. En hvernig skyldi Guðjóni lítast á stöðu félagsins í dag? Ég get ekkert annað en verið stoltur af Þrótti í dag. Fjölmennasta knattspyrnudeild félaga á Reykjavíkursvæðinu. Stúlkurnar í efstu deild og eru þær bara í góðum málum. Auðvitað höfum oft orðið fyrir vonbrigðum með úrslitin í knattspyrnunni, sérstaklega hjá meistaraflokki. En það er nú þannig að við Þróttarar svona gegnum tíðina við höfum bæði lært að tapa og vinna. Og það er ekki síður mikilvægt að læra að tapa heldur en að sigra. Það er kannski mótlætið að styrst okkur? Já, vissuleyti. Ég er mjög núna hérna erum við á besta staði í Reykjavík eða á einu fallegasta staði í Reykjavík með svona mikið kraftmikið starfi eins og hér er. Sjáðu þetta kaupmótið hérna sem er á hverju ári. Þannig að ég held að framtíðin er bara björt og gagnvart félaginu. Þegar ég skila að mér sem formaður Þróttar, ég er svolítið stoltur af því. Þá var blakið komið í gang og alveg óstöðvandi og stóðu sig alveg frábærlega. Og við áttum lið í efstu deild í handbolta. Ólafur Jónsson var þjálfari og spilari og Siggi Sveins og Palli og þessi strákar. Þetta var alveg hörkulið. En það stóðu þessi mjög vel eins og ef við förum að skoða þetta. Fótboltalið. Við vorum konir í efstu deild, Örn Steins sem var formaður, var þjálfari, Axel Axelsson kom í landsliði. Svo ég var mjög stoltur þegar á þess að ég fyndist að ég hefði gert þetta neitt, en þetta var þá á þeim tíma sem ég skilaði að mér. Magnús Óskarsson til að taka við húsbyggingunni og gerði það á frábæran hátt alveg og stóð sér mjög vel. Og svona líður þetta þegar maður fyrir að líta tilbaka. En bara kostunum fyrir að fá að vera Þróttari og vera alinn upp í þessu samfélagi sem ég er alinn upp í og með þessum félögum og vinum. Þetta er meira en mikilsvægt þegar maður fyrir að horfa tilbaka. Árið 2021 var Guðjón sæmdur nafnbótinni heiðursfélagi Þróttar. Hvaða merkingu hefur slík viðurkenning? Auðvitað er maður ánægður og auðvitað er maður þakklátur fyrir það, ég er þakklátur fyrir það eins og ég er nú búinn að koma inn á bara að fá að hafa verið með í þessu dæmi. Og líka hefur þetta gefið mér líka það eða ég hef haft áhuga á félagsmálum. Ég hef verið í mörgum félögum, er náttúrulega ekki íþróttafélögum, í mörgum félögum. Og auðvitað hefur þessi reynsla í Þrótti styrkt mig að mörgu leyti og gefið mér svona traust til að vera ég sjálfur meðal annars. Og þakklátur Þrótti fyrir að, eins og ég segi, að veita mér þessa viðurkenningu.